verkalýðshreyfingin, það kjarabaráttu í gangi, það líka deilur inn af verkalýðshreyfingunnar og hann komin hingað Kristján Þórður Sveinbjarnarson. Snæbjarnar, fyrirgefðu. Það ykkur annar Sveinbjarnarson, hver það sem að ég að... Já. Það Finnbogi? Finnbogi Sveinbjarnar, já. Fyrirgefðu, Snæbjarnarsson. Forseti Alþýðusambands Íslands. Já. Heyrðu, þið frestuðu þingi að þið að listist upp núna í haust. Og síðan ekki að sjá að það sé einhvern veginn að nást saman betur eða hvað? Nei, það svo sem alveg hart tekist á þessa dagana og það sem þetta hefur gerst frá því við heldum þingið og frestuðum því að já, það er svona málin ekkert að verða einfaldari, ekki eins og maður hefði kannski óskað. Við hluti af þessu sem að var til þess að við frestuðum var líka að kjarasamningar voru að bresta á og þurfti að fara í þá vinnu sem að þetta okkar megin verkefni verkalýðsfélaga. Og hefði ekki orðið tæki til að ná hópnum saman, eða ekki? Jú, það var í aðdraganda þingsins að þá var búið að fara að setja mikla vinnu í það að reyna að þétta raðirnar og stilla saman strengi og sú vinna gekk vel fram á þeim tímapunkti. Það hefði verið alveg gríðarlega mikið sóknarfæri fyrir okkur að ná að halda þessu áfram en þetta fór eins og það fór og það auðvitað bara eins og það en okkar verkefni fram á við auðvitað að reyna að ná að samstilla þennan hóp. Þurfum auðvitað að klára þetta þing. Við höfum ekki haldið raunverulegt þing innan Alþýðusambandsins síðan 2018. Löngu fyrir COVID. Síðan skellur COVID á og þingið sem var haldið síðan 2020 var í raun og veru bara svona fjarþing þar sem að vantaði alla málefna vinnu hjá okkur. Og þetta auðvitað það sem við þurfum að komast í þetta. Við þurfum að komast í að klára þessa vinnu. Það ekki hægt að halda þing nema að sé eitthvað sameiginleg hugmynd hvað þingið á að vera. Hver væri góð niðurstaða þingsins? En það eins og það sé ekkit slíkt samkomulag. Nei, það auðvitað, við eitthvað stað þurfum við að byrja. Og auðvitað það, ef við horfum á söguna, þá auðvitað höfum við alltaf, þessir hópar hafa alltaf tekist á í gegnum tíðina. Við komumst ekkert áfram nema allavega að taka það á samtalið líka. Og sjá svona hvar stöndum við og hvað getum við gert í sameiningu og hvaða stefnu viljum við taka í þessum samtökum. Það þingið sem að þarf að móta þá stefnu og þetta samtal, þetta þarf að komast á hjá okkur og vonandi náum við að boða þingið sem fyrst til þess að halda þessari vinnu áfram. Og það ekkert ólíklegt að það gerist jafnvel, það verið að ræða það núna, hvort að eiga boða til þingsins, að halda þessu áfram núna bara á vormánuðum sem að ég ætla rétt að vona að muni takast. Strax eftir páska eitthvað? Já, strax eftir páska, eitthvað það leyti og miðstjórn ASÍ með að funda á morgun til dæmis og þar muni þetta koma til umræðu og vonandi verður tekin ákvörðun þá að boða til framhaldsþings að halda þessu áfram. Og hvað verður þá rætt á þinginu? Það ekki að ræða, þetta ekki svona góður staður til þess að vera með svona stefnumótun, ekki bara aðalega að ná saman, hann að forsetinn hafi þokkalegt umboð, að miðstjórnin hafi þokkalegt umboð, en þetta ekki kannski andrúm til þess að fara með einhver átakamál í gegn. Þú nefnir ekki lífeyrissjóðakerfið eða eitthvað. Já, það sem við vorum byrjuð á þinginu var að ræða ýmis málefni. Það liggja fyrir þinginu málefnaskjöl sem að nefndarstarfi þarf að klára og fara yfir og móta áherslur þar. Það bara þau málefni standa ennþá og það þarf að klára það. En augljóst, eins og segir, stærsta verkefni síðan að endurnýja fá miðstjórn og foristu þarna kjörna sem hefur þá það sterkt umboð að sækja það til þessa þings og það í mínum huga stærsta máli væntanlega að koma því áfram. Út af átökunum að þá oft lausn á því að finna svona málamiðlun í fórustu. Ert þú ekki ságaur? Auðvitað getur það verið svona skynsamlegt að finna aðila sem að getur verið ákveðin málamiðlun í þessu. Hvort að ég sé ságaur, ég bara veit það ekki. Það auðvitað að sjálfsögðu þingsins að taka þá ákvörðun og
og þessa hóp sem að kemur saman þarna. Það eru stríðandi fylkingar einhverjum í starfsgreinasambandinu. Já, já. En sömuleyti hefur Ragnar blandast inn í það, en þú ert svona pínleitu utan við þetta. Já, ég auðvitað, þú veist, hef svo sem kannski ekki tengst mikið inn í þetta en þó vegna embættisins eitthvað tengst. En auðvitað þetta, já, það auðvitað, þú veist, þetta verður það mál sem að þarf að fara yfir og bara kjósa þann aðila í stólinn sem að getur sinnt þessu áfram og sátt ríkir það auðvitað stóra málið. En það ekki bara forsetinn, það líka varaforstar. Við þurfum að kjósa þá og það þarf líka ríkja sátt þau embætti og þá fulltrúa sem að verða kjörnir þar. Það oft notað til þess að fá einn úr þessari stríðandi fylkingu, annar úr þessari. Akkurat. Það oft raðað þannig saman. Akkurat, það hægt að stilla þessu upp þannig að þetta í raun og veru fangi í raun og veru þetta verkefni. Ef það vilji til friðs, svo getur vel verið að segja bara engin vilji til friðs. Akkurat, og ég meina það auðvitað það sem að þarf að koma í ljós. En ég trúi því að okkur muni takast að bara með þessu samtali, bara hefjum það, komum því á stað, sjáum hvar við getum náð saman, hvernig komumst við í raun og veru í næsta skref, hvað þarf til og en það auðvitað þannig, það þurfa margir að leggja sitt að mörkum til þess að þetta gangi og það auðvitað bara þannig. Þetta ekki eitthvað verkefni sem einn eða tveir aðilar redda með einhverjum hætti. Aðilarnir það eru mjög stórir hópar sem að þurfa að leggja sitt að mörkum til þess að bæta þessa stöðu. Það bara klárt. Ekki líklegt að ASÍ gæti svona minnka við þetta. Það eru átök í hreyfingunni. Kannski ekkit svo mikið að þið gæti samið stefnu í alls konar hlutum. Það var bara að gera það út úr grasrót félagana. Kannski ekkit svo stórkostluðu munur á stefnum í húsnæðismálum á milli iðnaðarmannanna, verslunarmannanna eða starfsgreinasambandsins eða eitthvað þar. En þegar kemur að svona taktík og hvernig fólk beitir sig í baráttinu og svona, þar mikill ágreiningur og gnýstir svolítið á milli. Þannig að í sjálfum sér getur þau búið til stefnu, myndi ég rekna með, eða væri vilji til þess að gera það á þinginu, eða sú vinna væri ekki sprengt í loft út á öðrum ágreiningi. En þá kemur það líklega að þá væri vilji hinna herskáu hér og þar, að kannski halda völdum inn í starfsgreinasambandinu, inn í Eflingu, inn í VR, en að ASÍ verði kannski svona minna. Já. Hvað séu þess að spásögn? Já. Þetta getur þessi stað alveg verið þannig að þurfi að draga saman að ykkur leiti eða það koma tímabil þar sem að hægt að þenja þetta út hjá okkur, þetta sameiginlega starf okkar og það eru þetta á tímapunktum sem skynsamlega gæti verið að staldra örlítið við og þetta bara meta stöðuna hvað bara best fyrir hópinn. Það mögulega geti það verið skynsamlega staða núna en ég held samt sem áður að fókusin hjá okkur sem stóra samtaka hér á landi þarf að vera að finna þetta bara málefnin sem að skipta okkar fólk mestu máli, finna leiðina til þess að efla ekki bara samtökin heldur bæta stöðu fólksins í landinu. Og þá það gagnvart viðsemyndum okkar, gagnvart atvinnurekendum, gagnvart stjórnvöldum. Við þurfum að beita öllum okkar krafti til þess að styrkja stöðu okkar þar. Hjá stjórnvöldum getum við náð miklum breytingum á ýmsum innviðum og kerfum hér á landi sem að geta stutt við fólk. Og það eru þetta okkar sem hreyfingar að finna þessar leiðir. Bara hvar náum við saman, hvar styrkur okkar, hvar liggur stefnan sameiginleg fram á við og taka þá stefnu. En hvar hafið þið náð árangri? Það náttúrulega Bjarg, þar sem að verkefnishreyfingin kemur inn og gerandi í því að fjölga félagslegu húsnæði. Já. Svo á maður í erfiðleikum að finna, það gagnvart leigjendum, að leigjendur hafa verið skildir bara eftir. Það var í deilunum það hvort það ætti að vera framfærslu styrkur
framfærslu uppbót í Reykjavík, þá var Finnbogi sem ég nefndi áðan, bendi á það að út á landi væri sko krafa lagfæringar í heilbrigðiskerfinu. Þannig að menn að vera að nefna svona ýmsa stór atriði eins og húsnæðiskerfið, heilbrigðiskerfið, skattkerfið. Akkurat. Það er ekki hægt að sjá svona undanförnum árun teljandi árangur. Það er þess núna breytingarnar á húsnæðisbótakerfinu og vaxtabótakerfinu. Þetta eru sáralitlar breytingar sem að stjórnvöld lögðu til út af samningunum sem þú gerðir. Já, breytingarnar voru til staðar en auðvitað hefðu við viljað sjá meira. Það sem við höfum, ef við horfum bara örfá ára eftir tíman, auðvitað Bjarg eitt stæðsta varða síðustu ára sem við sjáum verulegan ávinning af. Blær íbúðafélag var stofnað á sama tímapunkti, það sem er svona að vera að byggja íbúðir fyrir hærri tekjuhópa, eða semst aðra tekjuhópa þessa lægstu. Það er varla byrjað, en loksins er þó verið að íta fyrsta verkefni á vör og það er VFR sem er að stíga það skref sem er auðvitað bara gríðarlega mikilvægt. En Bjarg auðvitað er svona stóra verkefnið. Þar á undan getum við nefnt virk starfsendurhæfingarsjóð sem er líklega annað svona verkefni sem er bara gríðarlega stórt, snýrað heilbrigðishlutanum. Bara hver staða fólk sem er búið að missa starfsgetuna og vill komast út af vinnumarkaðinn aftur og þar er verið að halda utan um fólkið. Og ég held að þetta sé þetta svona, þetta er náttúrulega bara risastórt verkefni sem við lögðum að stað með í kringum efnahagshrunið. Síðan er auðvitað hægt að telja upp fleiri atriði. Það virkar stundum nefnt sem dæmi svona, ætti ekki að vera þjónusta sem ríkisvaldið veitir. Er það ekki krafa almennings að það sé örugg og góð heilbrigðisþjónusta? Jú. Það er búið að búa til eitthvað svona sérstaka heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem að vera bara með örorku út af vinnuþrælkun. Já, en virkar hins vegar ekki í heilbrigðisþjónustu. Heldur er í starfsendurhæfingunni og það er svona auðvitað með þessu aðhaldi sem að þarf ofta að veita til þess að koma málunum áfram að þá auðvitað þarf ofta á tíðum þessa pressu til þess að ýta við stjórnvöldum, til þess að ýta við ríkisrekstrinum að styðja við fólkið. Virk er að að aðstoða fólk, finna leiðir til þess að ná starfsgetu aftur. Og auðvitað svona þessi pressa en heilbrigðisþjónustan sem slík hún auðvitað hjá hinu opinbera og þannig viljum við hafa það. Við viljum að hið opinbera styðji við fólk og veitir þessa þjónustu. Þú kannast við það sem að vísi í að verkefnishreyfingin smíðir svona aukakerfi til hliðar sem umverulega svar við því að við almenna kerfi stjórnvalda ekki bara að standa sig. Akkur að verkefnishreyfingin þá búa til raunverulega skjól fyrir ríkið að halda áfram að láta kerfi sín grotna niður. Já, ég skil hvað meinar og ég þekki þetta. Við vitum alveg hvernig þetta með, tökum sem dæmi atvinnuleysistryggingasjóð, tökum sem dæmi fæðingarorlofssjóð og svo framvegis. Við höfum séð bara eins og varandi húsnæðismálin, eins og með vaxtabótakerfi sem hún nefnir. Ef að við veitum með þessu ekki aðhald, að þá hafa upphæðir ekki verið hækkar sem skildi. Og auðvitað okkar hlutverk svolítið að veita þetta aðhald að mínu mati og þurfum að pressa á það að fara inn í þetta. En við eigum hins vegar auðvitað ekki að taka allt yfir. Það má kannski, að þú nefnir þetta svona, það má kannski líta á kröfu eflingar framfærslu uppbót sem hluta þessu. Vegna þess að húsnæðisstuðningurinn svo veikur á höfuðborgarsvæðinu að þá tekur verkalýðsfélagið sig til og reynir að búa til kerfi sem heldur utan það. Já, og sjálfsögðu okkar hlutverk sem verkalýðsfélög að reyna að bæta þá stöðu þannig að tekjur dugi fyrir framfærslu og það auðvitað verkefnið að vinna því. En já, þetta auðvitað bara ágætis dæmi það sem eins og staðan og svo glíma afleiðing á því að bæði að verkalýðshreyfingin hefur ekki náð árangri gagnvart ríkisvaldinu og ríkisvaldi hættir mjög til að svíkja sína samninga. Já, auðvitað það því miður verður að segjast að það þarf oftar en ekki bara mikla pressu á það að auka pressuna á ríkið til þess að stýra því hvað gert. Auðvitað viljum við og fólk auðvitað vill greiða skatta til ríkisins og samfélagsins sem að við viljum síðan forgangsraða í notkun til okkar fólks og það auðvitað það sem að við erum með þessu, við erum að pressa á það og það að skatttekjur séu notaðir, skattar séu notaðir til þess að styðja fólkið og á réttum stöðum og þetta verkefnið held ég sem að
þarf við þetta að rýna ennþá betur í, bara hvernig fjármagninu forgangsraðað til fólksins eða annar þátta. Þegar þú aðri gerðu skammtímasamningin, þá var sagt að hluti af samkomulaginu væri það að vinda sér strax yfir í næsta samning. Að framunda væri þá samningur sem væri svona sambærilegur og lífskjara samningurinn, samningur sem ætti að leggja mikið undir. Hefur þú trú á því að af því verði? Ég get náttúrulega ekki spurt því svona, þú náttúrulega verður eiginlega að hafa það í upphafi samningsviðra. En það sem á eftir að koma náttúrulega kjaradeila eflingar, svo eiga BSRB og BHM, kennararnir, allir eftir að koma áður en kemur að þessu. Já. Við settum okkur bara skýr tímasett markmið í okkar kjarasamningum og sjálfsögðu hef ég trú á því að okkur takist að setjast niður og við borðið til þess að halda þessu áfram. Bara frá því við skrifum undir almennu samninguna í desember hjá iðnaðarmönnum og rafiðnaðarsambandinu til dæmis, sem að ég veit líka fórustu, að þar erum við búin að skrifa undir einhverja 10 kjarasamninga, af því að við erum með hátt á 3. tug kjarasamninga sem við þurfum að endurnýja og erum búin að vera núna síðustu vikur að vinna það upp og stefnum auðvitað á að klára þá samninga núna í þessu mánuði. Ég er með tímasett mörk að hefja viðræður í febrúar atriði sem eru í þessum almenna kjarasamningi og ég auðvitað gerir fastlega ráð fyrir því að sú vinna fari af stað eins og til ætlast. Við settum líka af stað starfshóp, erum að setja af stað starfshóp sem á að rýna í efnahagsumhverfið og fyrst og fremst verðbólgu, hvernig hún að þróast. Og ætlum okkur að funda mánaðarlega í þeim hópi til þess að veita aðhald á þá stöðu og ég gera fyrir að sá hópur að hefja störf núna bara í þessari viku, þannig að þetta þetta alltaf komast að stað og markmiði hjá okkur verður að vera tilbúin og vinna þessi atriði á samningstímanum, þannig að þetta sé hægt að klára næstu samninga hratt og vel, en auðvitað, Það eru þá samningar sem mikið lagt undir. Þar verður að ná fram þessum árangri sem þú ert að tala í sambandi við heilbrigðismál. Alveg klárt mál og þar þarf hreyfingin að koma sameinuð og sterk inn í það samtal og þannig að það mikið undir, það augljóst að það mikið undir fyrir alþjóðsambandið að ná að efla samstarfið inn á við. Þannig að þá eiginlega planið það að ná þinginu í vor og vera búin að ná hópnum svona saman kannski í september. Já, það var óska að staða. Og einhver samtali við opinbera starfsmenn ef við ætla að ná miklum árangri í samningu við opinbera. Það er náttúrulega betra að fá þegar við sameiginlega hagsmuni í skattamálum, í heilbrigðismálum, í húsnæðismálum. Já, það sameiginlegir hagsmunir ansi víða hjá verkalýðsfélögum, hvort sem það á almennum eða opinberum vinnumarkaði. Þannig að það alveg klárt mál að þarna mun skipta miklu máli að það náist árangur og það náist að þétta raðirnar og auka samtalið inn á við. Þetta viðkvæmt ástand, þótt að þetta sé planið, að þá til þess únefni verðbólgu. Þá skiptir miklu máli hvort að verðbólgan það sé sýnilegt að hún sé raunverulega að fara niður bara á næstu 2-3 mánuðum. Annars kemur bara erfiðara hljóð í allar viðræður. Já, og það skiptir gríðarlega miklu máli að verðbólga gangi hratt niður. Og hvers eðlis hún ég ræddi hérna við Vilhjálm Hilmarsson, hagfræðing BHM sem að skrifaði grein hagnaðar verðbólgu, sem drifin áfram bara að fyrirtæki að hækka langt umfram raunverulega þörf. Nákvæmlega og það það sem að skiptir mestu máli að það séu allir sem taka þátt í þessari vegferð að ná verðbólgu niður. Af því að það auðvitað ólíðandi að fyrirtækin séu að hækka gjaldskrár sínar og ríkið mögulega bara til þess eins að auka hagnað. Og það auðvitað ekki ásættanleg niðurstaða ef það að gerast og raungerast. Þess vegna þurfum við að taka höndum saman að reyna að finna þær leiðir til þess að draga úr þessu, fylgjast með hvaða liðir eru það sem að ýta verðbólgu upp. Við eins og við komið inn á áðana þá fasteignaverð að lækka núna loksins og þó svo leiga virðist vera að hækka. Þetta eru atriði sem við þurfum að rýna í og fylgjast með. Ásamt auðvitað fjölda annarra liða, bensínverð, hvernig hefur það þróast, olíuverð. Og hlutdeild olíufélagana í verðinu Akkurat. Sem hefur rokið upp. Akkurat. Er verið að skila lækkunum á heimsmarkaðsverði til neytenda eða er verið að taka stærri hluta af kökunni?
Og þetta auðvitað það sem að þarf bara að komast upp á yfirborðið og við þurfum að ná betri böndum á þennan markað sem og víðar að sjálfsögðu. Nú stefnir allt í það að Efling fari í verkfall. Styður Eflingu í verkfalli? Ég styð alltaf félagi mína sem að vilja sækja sér kjarabætur. Það er okkar verkefni sem verkalýðshreyfingar að sækja betri kjör fyrir okkar félaga. Og það er auðvitað vonandi að okkar félaga nái kjarasamningum áður en kemur til verkfalla, af því að ég veit að verkföll eru alltaf svona okkar neyðarúrræði til að auka þrýstinga á viðsemjendur okkar til þess að skrifa undir og gera ásættanlega kjarasamninga. Þannig að það eru þetta bara sú staða sem er uppi og hérna, já. En það er kostnaður sem að þeir sem að fara í verkfallið leggja til. Stundum græða þeir sem ekki fara á verkfallið að næst þegar þú kemur í samninga, þá er betra að einhver hafi farið í verkfall á leiðinni svo að sé frekar tekið mark á þínu kröfum. Já, ég meina og við... Það er ekki gott að hafa ekki bara farið í verkfall í 40 ár. Nei, nákvæmlega. En auðvitað við erum hins vegar í þeirri stöðu og eigum ekki að beita verkfalli bara til að fara í verkfall. Ef við erum að beita verkfalli til þess að auka þrýsting á okkar viðsemjendur, til þess að sækja á bætt launakjör og það er auðvitað, bara eins og ég segi, það er okkar hlutverk. Það munu síðan auðvitað allir hagnast á því þegar við náum auknum árangri og það er alveg augljóst að það hefur gerst í gegnum tíðina og mun gerast áfram. En ég auðvitað styð okkar félaga til þess að sækja á bætt kjör, það er auðvitað bara réttur félagana og þetta verkfallsrétturinn hjá verkalýðsfélagunum er auðvitað sá réttur sem að við höfum í okkar höndum til þess að sækja á bætt kjör og það er auðvitað okkar heilagasta verkfæri í þessari baráttu. Ögmundur Jónasson sem var formaður BCB og var þar áður formaður félags fréttamanna, ég held að hann hafi verið þar í frægu verkfalli 1984. Hann var að gefa út svona pólitískar endurminningar sínar í fyrra og svo endurnýjaðar núna. Hann talar svolítið það að gildi þess að fara í verkfall og hann nefnir allt sem að þú nefnir. En hann nefnir auk þess líka að það sé bara gott fyrir launafólk að fara í verkfall til að sýna mikilvægi sitt í samfélaginu. Og þá er hann bærið að meina svona út á virðingu annara og líka bara sjálfsvirðingu þess sjálfs að fara í að þú þurfir að vinna fyrir sjálfsvirðingunni með því að heyja stéttabaráttu þína af ykkur afli. Já, og það er auðvitað það sem að klárt er að það þarf að við þurfum að sýna auðvitað hvað máttur er í okkur. En síðan er þetta auðvitað alltaf bara vandasamur vegur sem við þurfum að feta í þessu. Bara hvenær teljum við að hvaða hagsmunir eru undir að hvernig tímapunkti við þurfum að fara vandlega með Manstu eftir verkfalli sem er svona umdeilt inn í hreyfingunni eins og boðað verkfall Eflingar. Ég man ekki eftir svona það sem að hreyfingin sjálf er einhvern veginn. Nei, ég ég held að þú getur ekki hitt verkalýðsforingja á þess að það sé verið að ræða þetta sundur og saman. Nei, mitt. Ég hef ekki kannski fletti upp nákvæmlega eða rifjað upp. Þetta verða alltaf átök í kringum þessar þegar við förum í aðgerðir og allt það. En já, þetta eru þetta bara ég hef ekki. Það er einhver deila þarna undir sem er svona raunveruleg og birtist í miklum hita. Já, akkurat. Sem er þarna. Og þetta er mjög svona sérstakir tímar sem við erum að upplifa. Og maður veltir líka fyrir sér bara hvernig staðan er í raun og veru svona þegar við komum út úr bæði heimsfaraldri, komum út úr mjög sérstökum tíma í samfélaginu, í heiminum öllum. Það eru stríðsátök erlendis og það sem er margt skelfilegt að gerast þar á sama tíma og maður svona hugsar hvernig það hefur verið að þróast. Margir sem standa efnahagslega verr, margir sem standa bara fyrirtæki sem standa virðist vera að fyrirtækinu aldrei staðið betur. Já, það eru greinilega mjög mörg fyrirtæki sem að standa bara býsna vel og mörg sem að standa aldrei staðið betur.
Það er bara gósentíð í verslun eftir því sem að Vilhjálmur Hilmarsson benti til dæmis á. Við vitum að það er gósentíð í sjávarútvegi. Og það bendir þá auðvitað líka til þess að það er klárt svigrúm til þess að lækka verð og draga úr þeim hækkunum sem eru undir og til þess að draga úr verðbólgu. Og eins og ég segi, það er auðvitað bara verkefni sem að þarf að nást árangur í. Það er að lækka verð í verslunum og draga úr verðbólgu. Og þú hefur trúið þessari verðbólgunefnd sem að þú og VFR, eða þið, iðnaðarmennirnir og verslunarmennirnir eru því. Já, ég hef alveg trúið því að okkur muni takast að auðvitað rýna í stöðuna og ég ætla að vona að okkur takist að bæta hana. En það sem auðvitað skiptir allra mestu máli í mínum huga, það er auðvitað að samtakamáttur fólksins í landinu, samtakamáttur neytenda til þess að veita líka fyrirtækjunum aðhald. Að þegar við sjáum miklar hækkanir sem eru umfram efni, að fólk láti finna fyrir sér með fólk. Þið hafið hlutverkið því að vera leiðandi í því. Já, alveg klárlega. Þú getur ekki beðið eftir einhverju upp í Breiðholti standu upp og gera það. Nei, nákvæmlega. Það er okkar hlutverk að stuðla þessu. Við höfum gert þetta í gegnum tíðina. Við höfum gert þetta til dæmis árið 2014 þegar við beittum okkur sem hreyfing og sem bara neytendur í landinu til þess að ýta við fyrirtækjum sem voru þá í svona sjálfvirkum hækkunagýr þar sem var alltaf að vera að elta verðbólguna í verðlagshækkunum hjá fyrirtækjum. Okkur tókst að stoppa þetta þá og með því að fólki tók höndum saman, bæði við og neytendur og launafólk allt á Íslandi. Og ég er alveg sannfærður að okkur getur tekist að ná þessum árangri aftur og nú er mikil nauðsyn að það gerist. Gangi vel með það, Kristján Þórður. Takk fyrir.